Kristóf, sigur hérna í Síkinu í dag, þessi gæti reynst svolítið stór. Já, mjög stór. Það er alltaf gott að koma og vinna fyrsta leikinn í seríunni og við sem er erfitt að koma hérna og að fór heldur ekki vel síðast þegar við mættum hérna og síðustu 2 skipti, þannig að við erum alveg með nýtt lið þannig séð og erum ekki á sama stað við vorum þá, en vörnin í dag var frábær og það skóp okkur sigurinn held ég. Eins og segir, vörnin í dag náttúrulega klárlega bara að klára hann leik fyrir ykkur og þeir eru stoppað sérstaklega Hester frábærlega. Það hlýtur að vera aðalatriði þegar þið setju fyrir hann leik. Jú, hann náttúrulega búinn að vera frábær hérna vetur og það er mjög mikið fókus á að stoppa hann og auðvitað líka Arnór og Pétur. Og við vorum að stoppa, við vorum svolítið lausir halar hérna í fyrsta leikudaginn. Eftir það náðu að setja stopp og stoppa Hesturinn segja. Þannig að vera í 4 stigum eða hvað sem var í fyrra hálfleik eða hvað sem það var. Og þannig að við bara hættum aldrei, höldum bara áfram og setjum í annan gír og það virkaði bara mjög vel í kvöld. Það getur mörg lið sem halda stólunum í 54 stigum hér. Nei, nákvæmlega og ég held að segja bara okkar besta varnarperformance í hérna vetur og en ég meina við sýnum að þegar við viljum þá getum við spilað almennilega vörn þegar mikið undir, þannig að við þurfum bara að halda áfram og sýna að við getum spilað svona allavega í 3 leiki. Stutt í næsta leik, hvað munu eiga eftir að sjá þar? Bara vonandi það sama. Við þurfum bara að fara aftur í bæinn núna og hvíla okkur og horfa á þetta aftur á morgun, fara yfir hvað við getum lagað og hvað við gerum gott og síðan bara byggja vonað það sem við gerum í kvöld. Slavinn var með næstu í þrennu, 9 stig, 11 og 9 stóðsendingar. Hversu ekki að hafa þennan gæja í alvöru gír núna? Þetta er alvöru maður. Fólk er ekki að tala playoff P í NBA. Ég held að þetta sé hinn eini sanni playoff P hérna. Þegar Pavel kemst í þennan ham, þá er bara mjög erfitt að eiga hann og erfitt að eiga okkur. Þannig að hafa hann í liðinu með sér og ekki á mótinu, það munar mjög mikið.